Já, komið sæl og velkomin. Við ætlum að kynna þetta verkefni, Hreyfum okkur, sem við byrjuðum á núna í vikunni og við með þetta stað á mánudaginn. Alþjóðlegum degi sjúkrastöðvarinnar, Hafnarholti. Og þetta bara fór eiginlega fram úr vonum við náðum að koma á veðmyndina alla, þannig að vonandi hafa flestir séð þetta inni og svo bara vona ég líka að þetta svona fyrir svolítið vel út til samfélagsins líka. Það er svona, þetta er svolítið stórt verkefni. En Hreyfum okkur sem verkefni sem sjúkraþjálfarar og SAK vilja innleiða og við ætlum að byrja með að fara með þetta inn á lyfjalækninga og skurðlækningadeild, kannski á mest við þar en líka á fleiri deildum vissulega. Við byrjum þar og verkefni felst í að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar á meðan innlögn stendur, klæða sig í eigin föt þegar það er raunhæft, fara á fætur og hreyfa sig til getu. Og við viljum þá allt starfsfólk með okkur í lið til að fræða sjúklinga mikilvægar hreyfingar og aðstoða og hvetja sjúklinga til að komast sem fyrst á fætur. Þannig að við viljum fá bara alla í þetta, alla í húsinu. En þegar líkaminn fær ekki reglulega hreyfingu, þá byrjar hann fljótt að tapa styrk. Vöðvar rýrna og við missum styrk hraðar en margir gera sig grein fyrir. Margir finna fljótt fyrir minnkandi þreki, getu og færni, jafnvel eftir stuttan tíma á hreyfingar. Við erum öll upplifa það. Lendi í flensu og standa svo á fætur og við finnum að þegar við förum stigann í vinnunni að þá erum við bara lafmóð, eitthvað sem við gerðum auðveldlega áður. Og þetta er sérstaklega mikilvægt að hafa í huga á efri árum. Að því eldri sem við verðum, að þeim mun erfiðara er að endurheimta aftur líkamlega styrk. Og þannig að regluleg hreyfing er því lykilatriði ekki bara til að viðhalda heilsu, heldur líka til að eiga auðveldara með að ná sér eftir slys og veikindi. Og við ætlum sem sagt að svara þessum 3 spurningum í dag, þess að fara aðeins yfir þetta. Á hverju erum við að fara af stað með eitthvað svona verkefni? Við veitum ekki öll að það er gott að hreyfa sig og við erum að hvetja fólkið og svona. Samt þessi gerist ekkert mikið, þannig að við ætlum að fara á hverju erum við að fara af stað með þetta. Hvert er þá markmiðið og hvernig verður framkvæmdin? Hvað ætlum við að gera til þess að svona komið sér í gang? En ef ég fæ að byrja aðeins á byrjuninni, á hverju við förum að stað með þetta, að þá svona hugmyndi kviknaði hjá mér þegar ég fór á heimsþing sjúkraþjálfara í Sviss 2019. Það var svolítið mikið verið að ræða þetta. Ég fór áhugaverða fyrirlestra hreyfingu eða hreyfingarleysi sjúklinga á sjúkrahúsum og svo kallar náttfata lömun. Það maður fyrst þá. Það er sem sagt virkilega spennandi, af því þetta er svona kannski akkurat svolítið sem við erum að vinna með hér. En það vantar svona ákveðið form og festu og ferla, vinnuferla. Draumurinn er að komist bara inn í svona vinnuferlan okkar hjá okkur öllum, komist inn í gæðahandbók og allt þetta, þannig að allir sé að vinna að þessu. Í rauninni þarf menningin svolítið að breytast. Við sjúkraþjálfarar við höfum búin að vera núna og margir fleiri en við erum sérstaklega kannski okkar starfsfólkið að hvetja fólk og setja upp hreyfiáætlanir fyrir það. Fyrir okkar sjúklinga og við hvetjum fólk gjarnan til að fá föt heima þegar við sjáum að fólk ætlar að ílengjast hérna og er svona aðeins að hressast að fá föt heima og klæða sig við daginn. Að því í rauninni það að klæða sig það er ekki bara veldur því að maður svona líður betur og er svona meira maður sjálfur ef maður er í eigin fötum. Heldur líka bara það að athöfnin að klæða sig, það er viss þjálfun í því. Það getur bara tekið alltaf mikið á sem ekki tíðfæssi og þurfa hjálp við það. Þannig að þetta er líka þjálfun í þessu. En svo og við erum svona því að starfsfólk að hjálpa okkur við þetta en einhvern veginn samt þó að það er allir að vilja gerðir. En einhvern veginn finnst okkur þetta ekki alveg skila sér og við erum eiginlega alltaf að segja sömu hlutina fyrst. Við erum svolítið eins og oft segir, við erum svolítið eins og rispuplata. Einhvern veginn næri ekki gegn. Þannig að þess vegna ákveðum við að fara af stað með svona verkefni og reyna að fá alla í lið með okkur, sjúklinga, aðstandendur, starfsfólk, alla og reyninu viljum við svona að þetta komist út í samfélagsins. Breyta menningunni, sem sagt bara. Ok, og það var þetta eitt fyrirlestur í segja og það heitir End Pajama Paralysis, Get Up, Get Rest, Get Moving. Þetta er verkefni sem hófst á Bretlandi 2018 og það miðar að því að hvetja sjúklinga að fara úr náttfötum á daginn
klæðast eigin fötum og fara á fætur og hreyfa sig. Klæðast eigin fötum ýtir undir góða sjálfsmynd og eykur líkur á að fólk vilji fara úr rúmi og hreyfa sig. Að vera í sjúkrahúsnáttfötum allan daginn, allan sólarhringinn ekki beint hvetjandi eða eykur líkur á fólk langi undan sænginni. Fólk alveg bara kalt og verður svona svolítið bara passíft og vill bara vera undir sænginni. Og svo bara málið að hvernig menningin hjá okkur. Sjúklingur hann kemur inn í sjúkrahús og fyrsta sem hann fær afhent svona pakka, hann fær afhent nærföt og náttföt og rúm til að liggja í. Og svo fær hann bjöllu í hendurnar og á að hringja ef hann þarf að fara á klósetti, ef hann langar í vaskglas, ef hann vil fá kaffibolla og sjálfsögðu kemur maturinn á rúminu. Þannig í rauninni þá erum við svolítið að segja fólki ekki hreyfa. Vertu bara í rúminu, ekki vera, og fólk náttúrulega upplifir það, þó við séum ekki meina það, fólk upplifir það að það bara eigi að vera þarna, það engin annar staðar til að fara á, við getum ekki státað okkur svo mikið á einhverju setjustofum hérna, því miður, eða einhverju stað fyrir fólk til að vera á, þannig að það bara þarna og vill ekki vera að trufla, vill ekki vera að þvælast fyrir, vill ekki vera eins og einn skurðstæðingur sagði mér finnst það óþægilegt, það var opið og allar stöðutar, mér finnst þess að ég væri svona eitthvað að njósna eða það væri eitthvað svona forvitin að sjá hina sjúklingana. Þannig að þetta svona, fólk bara þá bara í rúminu, það bara best að vera þar. Þannig að við þurfum að hjálpa til og breyta þessum hugsunarhætti. Við þurfum að hjálpa fólki að koma sér stað. Og það margt sem við getum gert, held ég. En þegar ég var að vinna að þessu verkefni eða við, að þá litum við til John Hopkins stofnunarinnar í Bandaríkjunum. Við höfum verið að lesa það sem þau hafa verið að gera. Þau hafa verið með þetta verkefni Everybody Moves, slagorðið þeirra það, við hreyfum okkur. Og þetta verkefni hjá þeim sem miðar að því að vinna gegn skaðlegum áhrifum hreyfingarleysins og auka hreyfingu sem mögulegt hjá sjúklingum inn á sjúkrahúsum. Þau eru með svona ákveðna vinnuferla og þau eru með hreyfi svona skala, sem það sem þau sjúklingur hann fær bara tölu, hvað hann getur varðandi hreyfingu. Þannig að þegar að starfsmaður kemur í vinnuna þá getur hann bara alveg eins og lífsmörkin hjá okkur njús og þetta, getur séð hvar fólkið hvað hreyfingu varðar. Það það bara með númer, það sýnir það aðeins og eftir. Og allir sjúklingar eru með í hreyfiáætlun. Og það tekur allt starfsfólk þátt í þessu. Þetta eru kannski sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfarar mikið að gera áætlanirnar, en það eru allir með í þessu. En ef við aðeins tölum hvernig þetta oft að sjúklingar koma inn á sjúkrahús og ef við hugsum meðal sjúklingin okkar, þá það oft þannig að hann liggur bara, hann sjálfsögðu veikur og gjarnan, ekki alltaf, þeir komin að brotin inn, kannski ekki beint veik, slösum. Þannig að hann svona í ýmsu ástandi, en þeir koma oft hingað, þetta náttúrulega mikið, auðvitað eru kúnnahópurinn okkar eldra fólk, við veitum það, alveg, ég veit ekki hvað, 70-80% örugglega yfir 70%. Þannig þeir koma inn á sjúkrahús og liggja jafnvel í 23 klukkutíma ef maður spáir í það. Það kannski 1 klukkutíma á fótum, það 5 mínútur hér, 5 mínútur þar, fólk vil bara á klósettið ef það gerir það, sem þvægilegt. Þannig að það rosalega lítil hvatning að fara á fætur. Síðan við útskrift, af því að alltaf þegar fólki kemur inn, nú erum við með svona útskriftateymi og við erum alltaf að fara að huga því lega fólk kemur inn, þá fyrir við að huga útskrift. Og hvernig fólkið statt og fáum alla aðila til það útskrifti gangi sem fljótast fyrir sig. Að fólk komið sem fyrst heim, það náttúrulega alltaf markmiðið, fólk í batna og komið sem fyrst heim. Og við útskrift þá ætlum við fólki að fara heim af 5 stjörnu hótelinu okkar og fara heim til sín, þar sem að kannski einhver býður heima og getur verið með 3 stjörnu þjónustu næstalagi kannski, eða fólk býr bara eitt heima og þá þarf fólk náttúrulega sjálfsögðu að vera alltaf 14 tíma á fótum. Þannig að þetta gengur einhvern veginn ekki upp, þetta reikningsdæmi.
Þetta svolítið eins og að æfa einstaklingi spretthlaupi og biðja svo að hlaupa maraþonhlaup. Þannig að við þurfum að koma fólki fyrr af stað og koma fólki strax á fætur og menningi þarf að vera þannig. Og svo fer fólk heim og það sem sagt, orðið bara valtara, færnin farin að minnka, þau hafa ekkert verið að fara og þau hafa alltaf fengið ástöðu að klæða sig og alltaf fengið allt bara til sín, en núna þau þurfa að fara að gera hlutina og þau eru slöpp og veik á þetta heim og nærast eitthvað þetta. Og þetta koma fleiri endurlagnir. Hérna þessi skali frá John Hopkins. Þannig að þá bara fólk, ef sjúklingurinn kominn á, kemur í vinnuna og sér að sjúklingurinn á 3, þá veistu það að hann getur að einhverju leyti hreyft sig að þessi rúmi og hann getur sest á rúmstokk. Ef sjúklingurinn kominn á 6, þá sér við strax að hann orðið miklu hressari. Hann getur staðið upp og farið yfir í stól, hann getur staðið og hann getur gengið 7-8 metra. Þannig að þetta finnst mér, og svo bara líka að nota þetta svolítið sem hvatning, að koma fólkinu harra og bara sjúklingar við ætlum að koma þær harra, við ætlum að koma þær stig 4 eða eitthvað svolítið. Þannig að það svona að nota þetta á ýmsan hátt. Já, og kemur stóra áhætta. Já. Það ætlum við að vera með vídeó. Já, það skemmtilegt vídeó frá. Nei, samtíðinni ekki. Já, takk. Það Dan Skelton, prófessor í þjálfunarlífeðlisfræði í Háskólanum í Skotlandi, California Háskólanum í Skotlandi, sem hefur rannsakað öldrun og áhrif hreyfingar og hvað gerist í líkamanum þegar hann fær ekki hreyfingu. Hún kom hann á Landspítala og var með skemmtilegt erindi. Hún tók staðlega svo bara og leyfði ykkur að sjá þetta svona tæpar 3 mínútur. Það segja það eins og It's actually harmful to not move and lay flat for days in hospital. If you can possibly mobilise, you need to. You might go into hospital because you're not well, you might have had an operation, etc. But the quicker we can mobilise and get you moving and weight bearing again, the better. Because lying flat at whatever age causes a loss of muscle and a loss of bone. But the more old and frail we are, the quicker we see that loss. So for example, you can see a loss of up to 1 kilo of muscle bulk in just a week of bed rest when you're older. But it's actually data from astronauts, etc., that we first learnt how quickly you can lose muscle and bone if you don't activate muscles. If you're 30 and you go in for an operation and you lie flat for a couple of days because you've had a major operation, when you first get up, you go, oh, that's a bit stiff and I need to get moving again. But it doesn't really, you don't notice it because you've got a lot of reserve. But when you're 80 or 90 and you've got not a lot of reserve, it might make the difference between you being able to weight bear at all in those 3 days of lying flat. Break up any period of sitting or lying at least once an hour while you're awake, obviously. And it could just be a little alarm on your phone, or it could be somebody prompting you, or it could be a whole variety of things, but you literally just have to stand up. That, in effect, stops the invasive effect of just lying, because all those muscles that you use to stand up gets the body moving, gets the blood flow going. It's important to go against this fear that if I've got patients mobilising, I might have more falls, which will reflect badly on the ward. Actually, we know that you don't see an increase in falls with increased mobilisation. You almost get an increase in energy levels, which is a positive thing. So there are some great examples of what we call active wards, where you might have images, for example, along the ward corridor, and you are able to say, oh, hello, Mrs. So-and-so, how far have you managed to walk today along the corridor? And they'll be able to say, oh, I got to the image of the bridge across. So you can use that as a way of talking about it. It means that the geriatricians or the doctors that come in to speak can say, have you been moving around today? How far did you get along the corridor? And it's a good way to, so in other words, you can make a ward space more comfortable for people to mobilise in. It'd be good to have
patient lanes where they can move up and down the main corridor without risk of a chair or a piece of equipment being put there, with the handrail, perhaps a few chairs so they can sit down if they're a bit tired. All of these things which would encourage movement. I think that would be a really good way of starting. Já, þannig að regluleg hreyfing er öll nauðsynleg, rúmlega skaðleg. Því fyrst sem við komum, og margsanna það, því fyrst sem við komum sjúklingi á fætur því betra. Og rauninni dregur þetta úr, þetta eykur ekki byltu hættu sem sumir halda eins og hún talaði um í myndbandinu. Fólk er hætt við að vera eitthvað að hvetja fólki til að hreyfa sig, því að þá er ekki nætt að byltu. Það er alveg þvert á móti. Hreyfing dregur úr byltu hættu og byltu hræðslu. Því um leið og við förum að vera hrætt við að hreyfa okkur og hættum að gera hlutina, að þá hættum við að geta hlutina. Og þá aukast líkur á að við dettum. Núna styttri legutíma fólk betur tilbúin útskrift. Það skal hægt að hreyfa sig ekki og liggja flatudauður saman á sjúkrahúsi og því fyrst sem sjúklingar komast á fætur og hreyfingu því betra. Og bara ef að sjúklingar mögulega geta hreyft sig þá að hvetja þau til þess og reyna alltaf að koma þessu að svona hjá okkur. Þannig að það er allar starfsstéttir sem þurfa að koma að þessu. Og hér sjáum við þetta hvað getur langvarandi rúmlega gert. Hún er skaðleg og getur valdið vöðvarýrnun, alltaf 2% á dag og oft meira hjá öldruðum á meðan hún rúmlegu stendur. Það getur aukist hætta á myndun blóðtappa, sem við vitum, lungnavandamál alls konar, legusár, húðvandamál, stífleikakreppu með liðum, beinþynningu og bara þegar mann líður illa, þegar maður er ekki líka bara rúmunu og er ekki að reyna á líkamann og ekki kannski í þessari félagslegu að spjalla við aðra og gera hluti sem eru skemmtilegir og hægðatregðu. Þannig að þetta þá sérstaklega þurfum við að passa okkur með eldri einstaklingana. Þeir kannski bara hafa eitthvað ákveðið og svo rétt hafa það til þess að geta verið heima, færnina og styrkina þetta. Svo koma þetta til okkur nokkra daga og tapa jafnvel þessum styrk og þessari færni sem þýðir það næstu við komast bara varla heim. Þetta skiptir verulegu máli. Þannig að já, þetta var ákveðin spurningin, nú erum við komin að markmiðinu. Markmiðið er þá að sakverður virkur eða virkari, ég er ekki að segja sem óvirk, en það er bara virkari spítali, þar sem lögð er áhersla á mikilvægir hreyfingar í leðabata og að við aukum vitundum mikilvægir hreyfingar fyrir inniliggjandi sjúklinga, drögum úr neikvæðum áhrifum hreyfingarleysis og sköpum hreyfihvetjandi og öruggt umhverfi. Auðvitað þetta segja fólki að fara að hreyfa sig, við þurfum að passa að það sé með sín gönguhjálpartæki, við þurfum náttúrulega að fylgja þeim eftir og þegar það er með allar þessar leiðslur og það er miklu meiri byltu á þetta, þannig að við þurfum náttúrulega, eins og við gerum, að sjálfsögðu að passa upp á það allt saman. Og efla samvinnu á milli stétta, við séum öll saman í þessu, breyta menningunni, skapa umhverfi sem styður við snemmbara hreyfingu. Og allt starfsfólk sem meðvitað að hvetja sjúklinga til að standa upp úr rúmi og hreyfa sig eftir getu öruggar aðstæður. Við viljum að sjúklingar og aðstandendur fái upplýsingar að hluta bataferlinu felist í að fara á fætur og hreyfa sig eftir getu. Við þurfum að koma þessu svona kynningarefni inn ásamt öllum fleiru að við erum kannski líklega eitthvað að bæta eins og heimasíðan okkar aðeins að uppfæra það allt saman og betri líðan aukin færni hjá sjúklingum og útskrift og draga úr endurinnlögnum. Valdefling sjúklinga þeir fái skýr og samrædd skilaboð um mikilvægir hreyfingar og hvað þeim er óhætt að gera. Og sjálfsögðu viljum við náttúrulega kannski, ég segi ekki aðalatriði, það er svona kannski það sem þetta stendur að styttri dvöl og sjúkrahúsi fækka legudögum, það er ódýrara fyrir samfélagið, það er ódýrara fyrir einstaklingina sjálfsögðu og betra fyrir hann. Þannig að það, viltu séum komin að kannski bara fyrir að loka með þessu viljum við leggja áherslu á að sjúklingar verði virkari og hreyfi sig meira, eyði minni tíma í rúminu yfir daginn
sitja í stól við máltíðir, þá minnst okkarsti munurinn á því að sitja á rúmstokk og sitja í stól, að þá minnst okkarsti stendur einstaklegurinn upp tvisvar sinnum í fætundar, heldur en að sest bara á rúmstokki, en svo bara þægilegra og betra að hafa góðan stól og stuðning við bakið. Og sjúklingar klæði sig eigin föt yfir daginn og það raunhæft. Við fórum með eitthvað spáði varðandi sýkingar og svoleiðis sko, þess að áhættu. Við lögum við Rut og hún sá ekki til fyrirstöðu. Við myndum svona innprenta þetta svolítið sko. En við vissulega þarf fólk að koma þá með, margir koma bara hérna í orðinu fötum og við líka fyrir þau. Það þýðir náttúrulega aðstendurnir þau vera duglegir að koma með þægileg og hrein föt að heiman skipta og svoleiðis. Þannig já, það bara, svo mikilvægt að allir taki þátt og það verður bara hver og einn að hugsa hvað get ég gert, sko. Aðalega þetta náttúrulega bara samtalið, sko, að tala við fólk og spyrja, hvað ertu búin að gera í morgun, ertu búin að standa upp, hvað ertu búin að labba langt, eitthvað svoleiðis. Þannig að ná þessu samtalið, sko. Ok, það er þér aðeins. Næst, já. Það var kannski meira hvernig við höfum farið fram hingað til. Þetta verkefni byrjaði meira hjá okkur sjúkraþjálfurum, eðlilega. Þannig að valið var fyrst á lyfjadeild og skurðlækningadeild til að keyra þessu prógrami pínu í gang. Allar deildir, boðskapurinn á við, hvað sem er. Hreyfihvetjandi öruggt umhverfi, þar við erum búin að passa sig stólar núna alveg á það að segja 8 metra, cirka svoleiðis, já. Þannig að þegar þú ert með fólk sem bara rétt hefur þessa metra á milli, þá veistu alltaf að það er stóll og þú getur bent á að setjast á stólana, reyna að komast á einu stól lengra kannski næst. Og þetta allt stólar með örmum og við erum búin að vera mjög passa saman að þeir skili sér aftur rétta stafi. Þetta var einn af þeim punkti sem við tókum að okkur að reyna aðeins að hvað getum við gert sjálfa til að hvetja. Svo reynum við að hvetja til að hafa allavega rými á öllum deildum til að þú hafir smá gönguleið og erum svolítið að færa til og pikka í, getum við reynt að hafa allavega. Við komumst með eina göngugrind, þessar háu grindur taka smá pláss og þetta fólk sem þarf svolítið pláss til að snúa sér. En við vitum það rými að skornum skammt á mörgum stöðum. Við gerum okkar besta. Og svo síðasti punkturinn sem við erum búin að vinna með núna bara sérstaklega síðustu vikur að reyna að passa að það sé góður stóll með örmum við öll rúmin á þessum 2 deildum. Af því að það svolítið skrítið að við séum að pikka að reyna að hefði. Þú ert að setjast í stól við máltíðir, það betra verið að sitja, þú færð þessa smá hreyfingu og svo ert að fjara mann stofa það eru 2 stólar. Þannig að við erum búin að kristið þau sérstaklega, búin að mjög flink þar að reyna að kippa stólum hér og þar og passa og merkja svolítið að þetta rúmi í þennan stól séu alltaf stólar tiltaks. Og mikilvægt séu með örmum. Og þá erum við meira komin afhendefni eða útgefefni. Við erum með hreyfingar, hvatningarspjöld, hreyfingarspjöld og leiðbeining til starfsfólk. Sýningarspjöldin betur eftir. Við erum að ganga þess. Þannig að starfsfólk fær spjaldapakka eins og maður getur sagt. Og það bara stuttar leiðbeiningar bara hvað við getum minnt okkur á bara í daglegu lífi hér inn á deild, sko. Síðan erum við með hreyfingarspjöld sjúklinga og þau eru hvert 1 og 2 eftir hvað hér. Sumir eru náttúrulega vissulega bara öruggir í hreyfingum í rúmi, en aðrir eru að fara 100 metra göngu fyrir 8 sinnum á dag. Oft mikið, en það þessar 4 sinnum á sérta og stuttar leiðbeiningar og hreyfihvatningarspjöldin, það leggjum við þessast rúmin hjá fólki, þannig að bæði við sjúklingana og það eitthvað fyrir aðstæðendur líka til að spyrja og grípa og fylgja þungstörnum. Að gera þetta sem við með líka komum í smá umræðuefni hreyfinguna, sko. Og svo síðasta punkturinn, það líka verið búin að búa til hreyfiveggspjöld með þessum 5 aðalpunktum kannski bara við dagleg aðferðir.
Og sem stendur í síðasta setningin aðstandendur hvattir til að bjóða sjúklingi á göngu. Fjöldin lítur sem sagt svona út og svo framan aftan á. Hlutin hérna bara hvað allt að gera. Aftan á það pínu, þú ert að gera þetta af því að ástæða. Það sé, eins og Kristur sagði, lítum við að hreyfa okkur. Það gott fyrir okkur að standa á því. Léttara sagt en gert þau liggur í sjúkrahúsnæribuxum og svona hálfflaksandi birtunni. Og ískalt kannski nóbráð. Og hérna við þá í númer 2. Þetta svona aðeins sprækara fólk. En þeir sem eru komin lengra í sinni endurhæfingu getur líka verið. Þeir eru svo sömu. Það engin. Þetta svona þessi starfsfólk fær. Bara upp á hvernig aðstöður í rúmi, setja í máltíð, standa reglulega upp. Fyrir suma nóg bara að ganga herbergisfjörðu tilbaka. Stundum með snyrtingin alveg 20 metra frá herbyggi, þá það markmið þá frekar. Og við erum náttúrulega mjög náið með starfsfólki á deild, hvenær erum við komin í það að við komum þangað. Samið stóknum örnum, fæðingastólar, við liggum ekki allan fimmandi rúmi. Við erum alltaf að hugsa þetta allt saman. Þetta veggspjald. Þetta hengt upp svona nokkrum stöðum á bæði lyfjadeild og stigapínudeild. Og líka til að vera með grípa svolítið aðstandinu, bara í þessum litlu aðtækjum. Svo síðasta sem við græðum þessi litlu hreyfihólf. Eins og Kristur kom inn á, það engar setjustólar, það kannski ekkert mikið rými eða pláss sem hvetur þig til að standa á fætur. Þetta að hringja bjöllunni. Þannig að við bara þegar í sumar, bara það að hafa aðgengilegt borð, þannig að hjólastóli komast að. Aðstandendur geta farist oft með fólki aðeins lengra frá herberginu. Og svo keyptum við inn svona bolta og kattabolta og létt lóð og bolta. Og svo eru við alla stólana á göngunum eru líka æfingar. Það er ein æfing við hvert stól. Þannig þegar við erum komið með svona fólk sem svona aðeins lengri endurhæfingu eða frískar fólk og við getum þá slappa þessa 50-60 metra í heildina, við tekur alla stóla fram og tilbaka. Og þá 5 styrtaræfingar eða liðleikaæfingar. Eða þá bara labba þangað og tilbaka. Ég gleym einhverju svona sem við komum á. Sessuraskóli. Það bara mæli með þetta okkar reynslu á Kristni sem að það munar svo miklu að hafa sessur tiltaks. Eru þið að í hillinu? Jú, kannski ekki bara... Það eiga að vera ein sessa, allavega. Já. Það bara mæli með það svo margir sem þurfa virkilega á sessuarhalda til að bara geta þetta. Við eigum að útfæra aðeins betur hvort við getum hengt þar eitthvað upp eða eitthvað. Við mátum ekki... Bara mæli með. Við vorum bara alltaf með svona liggjandi allavega. Það gert eins og við erum með framfall, þá erum við krók á veggnum. Já. Það hengjum á sem væri að hafa það undir hillinu. Einmitt. Það bara frábært. Þetta spurningu? Ég bara velta fyrir mér svona, ég sakna svo, ekki það ég vinn ekki mikið hérna, einstaka sinnum helgar, sko setjustóla, þetta við vorum að tala líka um þetta félagslega, fara eins út af herberginu og svona, og til þess bara í nýbyggingu verða setjustofur þar. Alltaf vissulega þetta að setjast framan á rúmstokkinu eða að fara í stól, sko, en líka þetta þá kannski bara að geta félagslega svona að fara fram og þess. Þannig ég svolítið sakna. Það hefur örugglega að vera setjustofur, kaffistofur þar, svona mötunni, eða svona. Við Rebekka og Linda höfum verið með Gunnar Linda og höfum verið með því að tekna upp
og huga að aðstöðu einmitt fyrir sjúkra og yfirþjálfara og lagt áherslu á einmitt virknina og hvernig þetta verður. En það sem sagt bæði inn á deildinni sem verið að reyna að hugsa einhver rými og hvernig gangarnir eru mótaðir upp á göngur og annað og svo líka sem sagt fyrir framan deildarnar stærri rými. Þannig að þetta eitthvað svona það sem við leggjum áherslu á þegar við fáum að koma inn í þá hugmyndavinnur. Það verður svona fólkbúðar en 20 fyrir. Já. Og einmitt líka aðstæður til þess að hreyfa sig inn á deildinni, þú veist þess eins og talar þessu gönguleiðir og það. Já, ég er ekki meira að hugsa með þetta að þú getur bara eins og út á stóru hitt. Já. Kannski alveg. Og svo líka eitt sem ég ofta spekulur í það þetta, eins og þú nefndi Kristi, sko, þú veist, það þjálfun að klæða sig, sko. Það þjálfun að fara í sturtu og það sé ekki tekið af fólki, sko, það sem það getur þar. Og það sé svo mikilvægt líka. Það einmitt það sem að leggja á. Já. Mjög flott. Eru fleiri spurningar? Ekki að mótmæla? Stór hættulegt fyrir sjúklinga? Mér langar aðeins bara að fá að þakka þeim sem hafa verið með okkur í þessu verkefni. Ragnhildur og Kristín Margrét, okkar yfirmann tók mjög verið í þetta, hafa stutt okkur áfram og síðast en ekki síst það annað samskiptafulltrúar. Hún Katrín Árnadóttir, hún byrjaði með okkur, við heldum að það væri bara eitthvað svona lítið og myndum bara svona gera eitthvað. En það er gott að hafa samskiptafulltrúa á sjúkrahúsinu og svo tók Hilda Jana við, þannig að það hafa hjálpað okkur mikið. Það hafa komið til. Þú kannski bara nefna að endilega hjálpa okkur að dreifa Hilda Jana gerði náttúrulega alveg bara frábæra vinnu, komið svo svolítið út í fréttamiðlar og svoleiðis og bara endilega hjálpa okkur að koma svo út í samfélagið og deila fréttunum. Gott fyrir alla. Já, ég held nefnilega að mjög margir bæði aðstandendur og sjúklingar veit ekki að þeim eigi verið í eigin fötum inn á bráðadeild. Ég held að margir haldi bara að þeir eigi að dekka inn í eins og hefur alltaf verið, bara í náttúru. Ég finnst þess að gott þú sagðir að fólk að leggjast inn á sjúkrahús í orðsins fyllstu merkingu, það leggst bara á svolítið tungumálna. Ég bara þakka fyrir góða mætingu. Það vera með þú. Við erum með það að